á tali hjá Hemma Gunn. Takk fyrir. Góðir landsmenn, góðir gestir hér í sjónvarpssal, verið hjartanlega velkomin hingað. Ég býð ykkur sæti í sjónvarpsstólunum. Þið sem heima sittið, við ætlum að byrja á því að senda okkar bestu kveðjur til ykkar út alla landsbyggð. En við ekki að klappa fyrir öllu fólkinu út á landi. Þetta eru svona smá tæknilegir örðuleikar svona í beinni útsendingu hérna á sjónvarpssal og eru þið hérna hjá mér ekki í góðu skapi? Ég held... Já, það var svona smá hljóðnema vandamál og það er í góðu lagi og svona eiga beinar útsendingar nákvæmlega að vera. En hérna hjá mér er frábær hópur úr Eikagrilli, það er saumaklúbburinn Smellurnar á Selfossi. Halló stelpur! Nú og síðan er það alveg valinkunnur hópur af ungu og hressu fólki sem ætlar að sitja svip sem á þetta allt saman í kvöld. Og við byrjum á því, þegar það heyrðist ekkert í okkur hérna á Laugavík 176, þá byrjum við á því að senda bestu óskir okkar út allt land, landsbyggðar fólki til handa og við gerum það aftur með góðu klappi. Ég. Nú, það er alltaf gaman að svona. Nú, en það er minn vani að kynna hljómsveitarmeðlimi og það er gítarleikarinn Willi Guðjóns, Finnbogi á bassa, Gunnar Jónsson trommuleikari, saxofónleikari Kristinn Svavarsson og hljómborðsleikarinn hafnfirski, keflvíski, nei ég má þetta ekki, Maggi Kjartans. Nú, góðir áhorfendur og þeir sem eru hér í sjónvarpssal, við ætlum að láta okkur líða vel næstu klukkustundin eða svo og ég ákvað að þessu sinni að svona helga ungu fólki þennan þátt að mestu leyti. Ég ætlum að fá alveg kornungt tónlistarfólk, bæði söngvara og hljóðfæraleikara og spurningarkeppnin verður til lykta leyti í kvöld, það er úrslit, síðan er brandarakeppnin, söngvarakeppnin, faldamyndavélin og allt frá kornungu tónlistarfólki til heimsfrægra rockara. Og það verður sem sagt stór viðburður hér í sjónvarpssal áður en við segjum bless bless í kvöld. Það er stórsveitin Dr. Hook sem ætlar að leika hér að fingrum fram og hún er reyndar rétt nýkomin til landsins. En þá er rétt kannski að ég fái mér sæti og svona byrja þennan þátt og sé ekki að tauta. Ég veit nú ekki hvort heyrist í mig núna, það er sennilega bara betra að heyri sem minnst. En ég ætla ekki að vera með neitt gest núna. Í byrjun heldur alltaf ég að huga svo lítið að þessari söngvarakeppni. Maggi, kom þú hingað. Fá Magga Kjartans. Við skulum klappa fyrir Magga og fá hann hingað.
Sérðu, þeir geta spilað þó ég sé ekki. Þetta ótrúlega þetta. Já. Góðir nefnir. Það þarf alltaf. Þetta erum við búin að æfa. Þetta vorum við að æfa hér í allan dag maður. Það tókst ekki eftir, það var allt í kaos hérna í Já, lokin. það svo notalega svolítið. Heyrðu, gaman að fá þig hérna í sófann. Já, mér er búin að langa hérna alveg hendi í, 2 ár núna? Nú en, Maggi, við ætlum aðeins að kannski að líta á þessa söngvarakeppni. Við höfum vorum með spurningakeppni og erum með. Nú, brandarakeppni og svo söngvarakeppni. Já. Og þú var skipaður formaður dómnefndar. Það voru margir sem að sendu inn snældu, var ekki? Jú, við fengum nú bara hér hátt í 150 snældur. Já. Og af öllum sortum af músík þar á og það var geysi erfitt að vinna úr þessu öllu saman en gaman. Og þetta ekki bara, segir það okkur ekki að það er mikið að hæfileika fólki í landinu? Jú, blessa, góði maður. Það ætti að vera sjónvarpsmyndavélinn á hverju heimili samkvæmt þessu. Ég er sammála því og við hefum svolítið verið að reyna að fara inn á heimilinni mitt með efni. En þið völdu hvað marga í úrslit? Við völdum 6 stúlkur allt saman. Það er ekki bara mér að kenna. Nei. Eða þakka. Voru ekki einhverjir strákar þannig alveg? Jú, það var fjöldinn allur. En einhvern veginn voru nú stúlkurnar í miklu meiri hluta og þær höfðu greinlega svona vandað sig svolítið betur og lagt svona meiri í þetta. Já. Og sýndu þessu mikið áhuga. Kvenfólkið er alltaf að sko vinna á. Það er á fleiri sviðum enn í ráðuneytunum. Já. Nú, þessar 6 stúlkur, segirðu, sem eru komnar í úrslit. Já. Og flestar þeirra er að stíga sér fyrstu spor. Já, þær eru náttúrulega hafa kannski ekki mjög mikla æfingu eða þjálfun en í því felst þetta nú, kannski svolítið og í og með að frekar að reyna að finna nýtt hæfileika fólk og gefa því tækifæri og koma því á framfæri. Nú tókum við ákvörðum ekki að biðja þetta fólk að syngja þetta beint í sjónvarpssal og nú er þetta mjög erfitt fyrir marga listamenn yfirleitt að koma fram beint í sjónvarpi og hvað þá sérstaklega fyrir ungt fólk sem er að stíga sin fyrstu skref. Þú sér það, ég titra hérna, ég er búinn að vera hérna 2 ár. Þú ert búinn að vera í 49 ár í bransanum. Já, sko, jú, en í því felst nú kannski leikurinn að svollu leyti að það er nú sko, hvernig bregst fólk við pressunni? Já. Og hvernig plummar það sig í gegnum það þegar að á hólmunni komið. Þetta væri nú, sko, við höfum nú oft líkt í við ef það væri svona keppni og við hefðum tekið upp músíkina fyrirfram. Það hefði verið svona svipað og ef einhver hástökkvari ætlaði að keppa á Ólympíuleikunum og sendi bara vídeóspólu og af stökkinu væri búinn að klippa úr bara þar sem hann væri hent niður í þyrlu eða eitthvað svona. Þeir hefðu ekki verið lengi að hlaupa 100 metrana þá maður. Já, er það ekki? Herðu. Það er að ske. Já, það ekki verið að ræða málin, já, er það ekki? Já, plan eitthvað, er það ekki? Nei. Ekki fær maður 5 mínútna frið fyrir þessar mannlýs. Já, það verið að plana hlutina, það ekki verið að tala keppnina, var ekki að tala keppnina? Ég heyrði það var að tala söng. Já, það verið að tala keppnina. Hvað er þetta, Elsa mín? Sko, í guðanna bæn, sko, ég veistu það, ég er nú bara... Brussugangur. Sko, maður, það er ekki treystandi þessu kallmönnum fyrir 5 ára. Nú, hvað núna? Hvað núna? Já. Veistu það, Hemmi, ég hafði mikrofónu rétt stað. Þetta var því eitthvað að gera svona. Kallmenn halda að því ekkert að gera svona bara þá. Já, þetta er satt, það er ekkert hvað eftir sem að segja. Maður er kominn hérna, búinn að vera hérna, búinn að æfa sig og læra út af allir heimsins höf, París og hinn Norðurlöndunum og svo er ekkert hvað eftir sem maður gerir. Nú, hvað áttu þá? Já, maður er búinn að vera að hanna hérna föt á hinn og þessa. Ég sagði hinn og þessa. Já. Þú kannski skilur hvað ég á við. Ég skil sneiðina. Já. Þú skildir sneiðina líka ekki? Nei, ekki alveg. Já, og það er ekki farið eftir mínum málum. Ég er að reyna að hanna á því svona föt, einhver skemmtileg föt
Og hvað ertu? Þú ert ekki einhverju druslu. Einhverjum helviti druslu og kaupir einhver staðar. Niður á höfnu einhver staðar. Guðminn almáttugur, hvað finnst það lagskó til dæmis? Já, ég skal... Lagskó, þetta er svo klóstífi. Liggur við. Nei, við skulum... Já, ég meina það. Það er ekki bara, ég er bara að hanna á því hérna föt og þú vilt ekki gangi því, ekki neitt. Jú, ég vil alveg gera Elsa mín. Já, ég vil alveg gera Elsa mín. Elsa mín. Það er alltaf sagt Elsa mín. Já. Allir maður kannist ekki við ykkur og kallmenna. Þegar maður er búinn að hleypa ykkur inn á gafli hjá sér, þá er alltaf Elsa mín. Elsa mín. Getur ekki þvegja mér eina sokka? Þú er nú alltaf gert það vel. Elsku krútið mig. Elsku, hvað vanti eina töl á skýrtuna? Allir maður kannist ekki við þetta. Veistu það, Elsa? Guð með datt eitt í hug. Ég ætla að bjóða þér út á borði í kvöld. Geturðu þvegið nærbuxurnar mínar? Maður kannast ekki við. Hún getur mulið úr nærbuxunum í þér sjálfur. Ég ætla ekki það. Já, ég veit það. En hvað með Magga? Hvað með Magga? Já. Sjá þetta hérna. Akkur fórstu ekki í þetta á hann? Ég sá þér að fara í hérna jakka, þú farið inn að tala hann hemma. Maður er að reyna að hanna okkur föt, ég er búinn að hanna hann jakka, farði hann, eins og skott. Hvurslags eiginlega er þetta? Já, maður er búinn að vera að hanna okkur hérna, skemmtilegt, þetta er hljómsveit. Já, það er ekkert að hlæja þessu nefn. Þetta er frægur hljómsveitastjóri jakki, sem hæfi þér mjög vel. Já, hann gerði það, reynda því ég tók málið að þér. En það er reynda vika síðan ég tók málið. Það er svolítið breyst. En Elsa... Já, það get ég eitthvað gert á því Maggi er svona feitur? Nei, en við vorum að tala söngvarakeppni og Maggi var... Já, söngvarakeppni, það eru komið 6 í úrslit. Þá var svindla á þessu, það ekki? Nei, það eru 6 konar í úrslit. Já, 6. Já, finnst þið það nóg? Já. Nú? Já, þá að vera nóg fyrir Ísland. Að Ísland er svo lítið. Já, en já, í útlöndum skal ég segja sem ég var, það var alltaf 7. Já, alltaf 7 og við skulum halda okkur við 7. Nú, það skaltu ræða við Magnús, en það er... Ræða við Magnús? Ræðið þú þessu? Það segir það mér núna. Já. Maggi, við skulum aðeins ræða málið. Hvað gengur? Já, þegið, þú veit ekki skemmtir þessu. Maggi, hvað þú talaði með þess? Sko, ég nefnilega stupur í smákjöld. Elskar mig. Já, ekkert glát. Já, ég veit nú ekki næ nú allandanu vegna þess að þessi þáttur byrjar óvenju örugglega. Það er svona fer allt úr skorðum eða er öðruvísi en ætlað er, en þetta er lífið, það er ekki leikið af einhverju bandi og niðursóðið, heldur er það nákvæmlega svona. Nú, en þá er komið að fyrsta tónlistaratriðin okkar og það eru ungir krakkar sem nefna sig kátir krakkar úr Seljaskóla sem að ætla að syngja fyrir okkur. Þau ætla að syngja stórskemmtilegt lag til ykkar foreldrar sem að Sveinbjörn Baldvinsson hefur samið, bæði lag og texta, og það er lagið það sem er bannað. Nú, það er Edda Borg Ólafsdóttir, sú kunna tónlistarkona sem að hefur þjálfað þennan kór og það var eiginlega verið að gefa honum, hann er svo nýr, það var verið að gefa honum nafni Káti krakkan og náðan. Og ég ætla bara að bjóða þau hjertanlega velkomin hingað til okkar í kvöld, Káta krakka og Seljaskóla sem eru að syngja í fyrsta skipti opinberlega. Gjörðu þið svo vel. Og ekki nota skjúját fyrir steinjó.
Já, þetta var frábær söngur og ég held að þetta hafi snert okkur öll. Þetta fullorðna fólk svo skrítið, það alltaf að skamma mann. Segja blessu börnin og þetta voru kátir krakkar úr Seljaskóla undir öruggri stjórn Eddu Borg Ólafsdóttur. Og þá komið að úrslitum í spurningarkeppninni. Og það Gunnar Guðmundsson frá Heiðarbrún sem hefur verið að svara hjá okkur spurningum úr Njálu og hann vann sér inn í síðasta þætti flugmiða til Evrópu með flugleiðum og hann lagði þann miða undir þannig að það eru 2 flugmiðar sem hann getur unnið til, svari hann 4 spurningur réttum af 5. En það þarf reyndar ekki að kynna þeirra og vaki mikla athygli þeir sem hafa verið í spurningakeppninni í vetur, þeir Hafkell Helgason og Pétur Þorleifsson og við höldum okkur á heimaslóðum og fáum snillinginn frá Heiðarbrún, Gunnar Guðmundsson. Blessaður Gunnar. Komdu blessaður. Og velkomin í bæinn. Þakka þér fyrir. Hvernig var færðin? Færðin var alveg þokkalega góð. Já. En verulega voru þeir nú háir snjóskaflarnir utan vegar á Hellisheiðinni. Já, segja það. Og það eins gott að það fær ekki að snjóa meira því að þá held ég allt verði ófært. Það gerist ekkert meira, nú fer að koma vor. Já, ertu svona góður spámaður. Já, nei. Við skulum vona að þetta sé rétt hjá þér. En Gunnar, við höfum stiklað á stóru í fyrir þáttum þar sem þú hefur verið skólamaður land allt og hvað þitt núverandi starf í Gunnarsholti og þá dettur mér í hug, ég heyrði hér sjónvarpsstarfsfólk nefna það að þú hefði verið ómissandi maður í Veiðivötnum. Hvað Veiðivötn? Veiðivötn vatnaklasi, hvað á ég að segja, vestur af Vatnajökli, svona 40 kílómetra vestur af Vatnajökli og við suðurjaðar, þess sem ég held að sé ótt að segja mestu eyðimerkur í Evrópu, það að segja miðhálendisins. Þetta nokkuð þekktur staður fyrr og síðar og margir sækja þangað, einmitt til þess að reyna að veiða sílung og svo til þess að njóta náttúrufegurðar. Var gaman að vinna þetta? Já, það var virkilega skemmtilegt og skemmtileg atvik, skemmtileg augnablik sem maður upplifði þarna að sjálfsögðu. Já. Ég starfaði þarna nú í 14 sumur, allt í allt. Já. Og það nú nokkuð langur tími svona til að útiloka sig frá öllu venjulegu lífi sem fólk lifir í byggð. Nú, grúskarinn Gunnar frá Heiðarbrún, sumir hafa kannski furðað sig á því að ég skildi velja Íslendingasögur til spurningarleiks hér í sjónvarpinu, fyrst úr Sturlungus og Njálu. Hafa þessar Íslendingasögur eitthvað gildi fyrir okkur að þínu mati? Ég vil nú fyrst segja það að ég held að þessi ákvæmlega margir þér þakklátir fyrir að vekja einmitt athygli á Íslendingasögunum. Og flestir þeir sem lesa Íslendingasögur lesa þær sér til ánægju og skemmtunar vegna þess að atburðarásin í þeim getur oft verið heillandi, það eins og að lesa svona einhverja spennandi framhaldssögu. En hvaða gildi Íslendingasögurnar hafa fyrir íslensku þjóðina, ég hugsa það séu færri sem að hafa hugleitt það. Þessa dagana nú mikið rætt verndun móðurmálsins og þar held ég einmitt að við eigum að þakka Íslendingasögunum að móðurmálið skuli vera með þeim hætti sem það í dag. Ég veit ekki hversu miklar útskýringar ég á að fara út í þá sálma, en Íslendingasögur þær eru skrifaðar á 13. og 12. öld. Síðan eru þær endurritaðar og afritaðar, þannig að handritin og Íslendingasögurnar, þetta berst út allt land, þetta lesið og þetta sagt, kynslóð eftir kynslóð og öld eftir öld, þannig að þetta stór liður í varðveislu íslenskunar, móðurmálsins. Hinn ekki að neita að aldamótin 1800 þá var íslenskan orðið ansi, hvað ég að segja, dönsku slegin. Það var að sletta inn allskyns dönskum orðum inn í íslenskuna. En þá það einmitt sem menn eins og Jónas Hallgrímsson, sem yrkir ástkæra ylhýnamálið, og Fjölnismenn og fleiri, þeir gerast þarna miklir málhreinsunar menn og hvert sækja þeir hugmyndir sínar til orðsnilli fornbókmenntana. Já, það ekkert annað. Og við búum að því þann dag í dag. Já. En ég vil aðeins bæta við til viðbótar. Já, það fleira sem að við að þakka Íslendingasögunum og fornritunum.
Þegar að Jón Sigurðsson var á síðustu öld að krefjast sjálfstæði fyrir Íslendinga, hvaðan heldur þú að hann hafi nú sótt kraft í sína sjálfstæðisbaráttu og aðrir sem komu þar á eftir? Það eru Íslendingasögum. Það akkurat einmitt það rétta. Og við skulum bæta því við, stórveldi allra tíma, þau vilja nú komast með puttana inn í málefni smáþjóðana og ég sannfærður það að á meðana Íslendingasögurnar eru til, meðan þær verða lesnar, þá verður alltaf uppi meðal okkar þjóðar fólk sem að vill engan undirlægju hátt gagnvart erlendu forræði. Nei, og ég held við verðum að láta þetta nægja núna, Gunnar. Þú ert búin að vera mjög skilmerkilegur og mjög greinagróðs ör. En þá skulum við snúa okkur að Njáluspurningum og það er áreiðanlega einhver spenningur í þér, svona fyrir úrslita átökin. Það hlýtur að vera. Nú er bara að slappa af. Já, nú er að slappa af og vonandi verður jafn góður að svara úr þessum spurningum. Fyrsta spurning úr Njálu. Algengt í Brennunjálssögu að menn dreymi fyrir stórviðburðum og draumspekingar ráði þá áður en þau tíðindi verða sem draumarnir boða. Afdrifaríkur reyndir sá þannig hefst. Mig dreymdi það að ek þóttist vera að lómagnúpi og ganga út og sjá upp til gnúpsins. Og opnaðist hann og gekk maður út úr gnúpinum og var í geit hérni og hafði járnstaf í hendi. Hann fór kallandi og kallaði á menn mína, suma fyrr en suma síðar og nefndi á nafn. Hvern dreymdi og hver réð drauminn? Þetta nú ákaflega þekktur draumur. Þann sem dreymdi, það var Flosi Þórðarson, kallað Brennuflosi síðar. Og sá sem var fenginn til að ráða drauminn, það var Ketill Sigfússon Mörk. Og það var rétt! Önnur spurning. Kolskeggur bróðir Gunnars á Hlíðarenda fór til Danmerkur eftir þá sátt að þeir bræður skyldu fara utan og vera í brautu 3 vetur. Hann var við hirð Sveins konungs Tjúguskeggs. Hann dreymdi að maður kom að honum, sá var ljós. Honum þótti hann vekja sig, hann mælti við hann, statt þú upp og far með mér. Hvað vilt þú mér, segir hann. Hann mælti, ég skal fá þér kvonfang og skalt þú vera riddari minn. Hvernig rættist þessi draumur? Þessi draumur rættist á þann hátt að Kolskeggur fór suður í lönd. Það má nú reynda bæta því við að Kolskeggur fór fyrst til spekings og bað hann að ráða drauminn og sá réði drauminn á þann hátt að Kolskeggur yrði guðs riddari. En hann rættist á þann hátt að hann fór suður í lönd, fyrst austur í Garðaríkis og síðan til Miklagarðs og kvongvaðist þar. Og það var rétt! Tvær spurningar réttar og þá eru 2 viðbót sem að nokkru sinnum þess getið að menn bindi skóþveng sinn. Það var Skarphéðni þá þeir hljópu ofan með fljótunu að stökk í sundur skóþvengur hans og dvaldist hann eftir. Hví kvikast þér svo Skarphéðinn, segir Grímur. Bind ek skó minn, segir Skarphéðinn. Förum vér fyrir, segir Kári. Svo lýs mér sem eigi muni hann verða seinni en vér. Snúa þeir ofan til spangarinnar og fara mikinn. Hvað gerði Skarphéðinn hann hafði bundið skóinn? Hann gekk að ál fljótsins, hóf sig þar á loft og hljóp yfir. Og menn töldu að þetta hefði nú verið, hann hefði þarna stokkið 12 álnir og mér skilst að þetta hefði nú verið Íslands met fram undir þessa öld. En á ég að bæta ykkur fleiru við, hvað hann gerði næst. Já. Hann renndi sér fótskriðum að Þráni Sigfúsinni, þar sem að Þráinn hafði slysast til þess að taka af sér skjöldin og Skarphéðinn hafði þarna öxina Rimmigíi sem hann skildi nú sjaldan við sig og hjó í höfuð hans og það var Þráni að bana. Þetta nánast orðrétt úr bókinni. Og þá það 4. spurning. Gunnar Guðmundsson á Heiðarbrún, vinnur minn. Íslenskur maður var í liði Sigurðar Jarls Hlöðvissonar í Brjánsbardaga.
flótti brast í liðið, nam sá staðar, aðrir flýðu og batt skóðfeng sinn. Þá spurði kérþjálfaður, hví hann rynni eigi. Því, svaraði maðurinn, að ég tek eigi heim í kveld þar sem ég á heima út á Íslandi. Hver var sá maður mælti þessi orð? Þetta var Þorsteinn sonur Síðuhalls. Og það var rétt! Þú ert búinn að sigra og ég ætla að láta hana til gamans fljóta með 5. spurninguna, sérstaklega til ykkar sem heima sittið og hafið haft einhverja ánægju að þessum spurningaleik og án efa tekið eftir frábæri vitneskju, vinnar okkar hér. Nú, 5. spurning, hver eruðu ævilok Flosa Þórðarssonar? Það segir frá því undir lokum Njáls sögu að þau hafi orðið ævilok hans. Á gamals aldri fór hann til Noregs og hugðist kaupa sér við í nýjan skála. Menn höfðu orð á því að skipið væri lélegt, en hann sagði það að skipið væri nógu gott gömlum og feigum. Hann lagði síðan frá Noregi og til þess skips hefur aldrei spurt síðan, segir í Njáls sögu. En það mætti bæta því við svona til gamans, af því að Njáls saga segir að það hefði aldrei spurt til skipsins síðan, né Flosa. Að það segir frá því í færeyskum, frekar en orkneskum heimildum, að einmitt á þessum tíma þá rak á land heilan skipsfarm af timbri, sem að þeir náttúrulega héldu að væri sending frá Guði og reistu kirkju fyrir. Þetta mörgu sinnum meira rétt. Ef hægt að komast svo að orði, Gunnar, þetta aldeilis búið að vera stórkostlegt að fá þig hérna í 3 skipti og hvorugum okkar leist nokkuð á byrjunina því að þá varst að horfa á mig og varst ekkert að hugsa. Svo kom í ljós að vitneskjan var mikil og ég ætla að leggja það til við útvarpsráð, ef við skildum einhvern veginn hitta þá ágætumenn, að þú lesir Njálu í útvarpið eða jafnvel í sjónvarpið án utan bókar. Ég held að það sé. Nú, verðlaunin eru glæsileg. Það eru flugleiðir sem að gefa þér handhafi þessa bréfs hefur unnið flugfarmiða fyrir 2 til einhvers viðkomustaðar flugleiða í Evrópu. Ferðin vinningur í spurningakeppni í sjónvarpsþættinum á Tali og Heima Gunn, miðvikudaginn 29. mars. Gildistími farmiðana 1 ár frá útsendingartíma. Vinsælega viti vinningana í söluskrifstofu flugleiða, Einar Sigurðsson blaðafulltrúi, sá kunni sjónvarpsmaður hér á árum áður. Nú, aukavinningur einnig, og þá þarftu ekkert annað en að hafa samband við Einar og þá panta hana fyrir þig borð á einhverju glæsilegu veitingahúsi í þeirri borg sem þú ferð til. Og þar sem ég veit að þú ert ekki giftur maður, en nú ég búinn að snuðra meir þig. Ég veit að þú ert kvensamur. Og það líst mér vel á. Hljóta ekki allir heilbrigðir menn að vera það? Jú. Bæði. En ég ætla að afhenda þér, en ég verða að fá eina lokaspurningu og hún örstutt. Hver fer í þessa ferð með þér? Það víst engu logið með það að hann getur verið komið með neyðarlegar spurningar. Ég nú eiginlega ekkert búinn að velta þessu fyrir mér ennþá og bíðum við. Verði ég ekki bara að hafa það þannig að sjá svona hverjar bjóða sig fram? Gunnar Guðmundsson frá Heiðarbrún. Það búið að vera stórkostlegt að fá þig og þú komið hér með brosi á vör og fært okkur mikla birtu og hlýju í þessa þætti. Hafðu þakkir fyrir og þú ert vel að þessum verðlaunum komin og vonandi farnast þér vel í framtíðinni. Og þakka kærlega þá vináttu sem hefur myndast á milli okkar. Sem ég langar að koma fram kveðju minni til sjónvarps áhorfenda allra og síðan vil ég þakka flugleiðum fyrir þann höfðingskap sem að liggur í farseðlunum. Gunnar Guðmundsson, gefum hann gott klapp. Já, þarna var snillingur á ferð. Nú, við snúum okkur að tónlistinni og enn það ungt fólk sem í aðalhlutverkum. Og
það muna, margir eftir því þegar þeir voru kannski að reyna fyrir sér fyrst að syngja eða leika á eitthvað hljóðfæri. Nú mikið og gott blómlegt starf unnið í tónlistarskólum land allt og þangað hægt að sækja býsna mikið og gott efni. Ég vildi gjarnan fá einhverja krakka sem væri nýbyrjaðar að læra á hljóðfæri til þess að koma hingað og fyrir valinu var Blásarakvintett tónlistarskólans á Akranesi. Og þeir krakkar ætla að leika fyrir okkur lag eftir Magnús Eiríksson sem heitir Vals númer 1 og við þekkjum úr dönsku kennsluþáttunum sem voru hér í sjónvarpinu. Nú skólastjóri í tónlistarskólanum á Akranesi heitir Lárus Sighvatsson og kennari krakkana heitir, nú bara að muna það, maður man nú ekki allt náttúrulega, Andrés Helgason. En þessir ungu krakkar sem að stíga sín fyrstu spor verðskulda það að koma hingað í sjónvarpssal og leika einmitt fyrir okkur á þessu marskvöldi. Ég veit bara eitthvað að segja, það er líka allt í lagi. Bjóðum velkomin, Blásarakvintett tónlistarskóla Akranes, gjörðu þið svo vel. Þetta var Blásarakvintett tónlistarskólans á Akranesi og allt þetta ungir krakkar sem nýbyrjað að læra á hljóðfæri og stóðu sig mjög vel og léku af einlægni. Þá komið að undanúrslitum í myndbandakeppni, það að segja bröndarakeppninni, og í síðasta þætti sáum við fjóra brandara sem hefðu komist í undanúrslit og nú fáum við að sjá 4 til viðbótar. Ég held að sé ekki eftir neinu að bíða. Mækki og félaga, þið leiki bara eitthvað nett stef á undan. Gjörðu svo vel, brandarar! Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað get ég gert fyrir þig? Ég vildi fá að breyta nafn. Það því miður ekki hægt. Eða hvað heitir hana? Jón Skíthaus. Já, það nú kannski að hægt. Hvaða nafn hafðir í huga? Guðmundur Skíthaus.
Íthaus. Hvað er að hjá þínu? Það er einhver anskotin að kveikjunni. Heyrðu, opnaðu húddi, ég skal redda þessu. Passaðu húddinu. Þetta mun vera Reykvíkingur. Er þetta ekki Flateyringur? Þetta er Keflvíkingur. Bolvíkingur. Ég er Húsvíkingur. Ég er bíldælingur. Strákar, ég fann heitt kaffi! Ég fann heitt kaffi, maður! Ég er Andi. Þið hafið losað mig út úr þessum hitabrúsa og fyrir það fáið þið einn ás hver. Já, einn ás. Ég held óskar sér að koma heim í heitt bað. Ég líka. Rosalegri einmann. Þar sem ég vildi að vinir mínu væri komin aftur. Já, og þar með höfum við séð þá 8 brandara sem komist í úrslit og nú mun væntanlega að hálfum mánuði liðnum, það er vika næsta þátt, smá breyting á því, þannig að við hittumst aftur eftir viku. En það er komið að söngvarakeppninni, eins og Magnús sagði okkur frá í upphafi þáttarins, þá eru það 6 stúlkur sem komist í úrslit af tæplega 150 sem sendu okkur einn snældur og við viljum sérstaklega þakka ykkur sem að senduð allar þessar spólur og það kemur dagur eftir þennan, því að allur söngurinn var mjög góður og það því miður gátt ekki allir komist í úrslit. En þá er það komið að kynna fyrir keppandan í kvöld. Hún kemur frá Akranesi. Það er Bergþóra Sigurðardóttir sem er að stíga hér sín fyrstu spor. Hún valdi að syngja lagið Vetrarsól, gullfallegt lag eftir Gunnar Þórðarsson og textan gerði Ólafur Haukur Símonarson og ég ætla að biðja ykkur sér í sjónvarssal og eins ykkur sem heimasitti að taka sérstaklega vel á mótinni Bergþóra Sigurðardóttir.
Þetta var Bergþóra Sigurðardóttir frá Akranesi sem söng fallega lag Gunnars Þórðarsonar Vetrarsól við texta Ólafs Hauks Símonarsonar. Og þá komið að földu myndavélinni. Og það nú ekki mikil ástæða til þess að hneykslast því allir þeir sem að við hittum fyrir tóku þessu mjög ágætlega. Nú en nógu asnalegt var þetta. Við fórum á Selfoss og við merktum bílinn okkar frá bókabúð og fengum fyrrum togarasjómann af Ströndum, hávaxinn spengilegan Hilmar Helgason. Fengum hann til að vaða þangað í að koma í hús með svona kallrembu blöð og segja ýmist að eiginmaðurinn eða eiginkonan hefði verið að panta þetta. Já, allt nú til. En hneykslist ekki, hafið þið gaman að þessu því að nú kemur Hilmar á Selfossi. Gjörðu svo vel. Ég er hérna með blöðin sem að Fróði var að panta daginn. Nú? Já. Þetta eru svona, hvað segirðu? Já. Hún pantaði þessi blöð hérna. Ég veit ekki, ég Sérðu? finnst þetta alveg ótrúlegt að hún hafi pantað þetta. Ég pantaði ekki neitt. Getur verið að Krispjörn hafi pantað? Jú, heyrðu, það var á nafninu hans Krispjörn, sko. Ólafsson, akkurat. Er hann... Hann á nefnilega heima hérna. Já, er hann heima hérna? Nei, hann er nýr á ljósmyndastofu og nýr á Eyravegi. Já, heyrðu, Gunnari. á ljósmyndastofunni. Já. Hann hefur aldrei nefnt auga fyrir þessu. En viltu sjá plakkvöldin líka sem hún bað um? Hún lét stækka innan úr blöðunum, það er alveg upp í heil líkamsstærð, sko. Já, heldur hann fari ekki rétt að smella heim bara? Já, þetta eru spennandi blöð, það er gaman að fletta þessu. Þetta er faglega tekið og ætti ég að hingra, ætti ég að moka stéttina fyrir á meðan við bíða eða ætti kaffi eða heldur þau til dæmis að Hemmi og Elsa, heldur þau kem ekki flott út í svona blöðum? Hemmi, þú veist í sjónarbrunn, Hemmi Gunn og Elsa. Já, þau eru... Ég nú ekki viss hún Elsa kæmi akkurat svona út í bræði. Hann er áskriðandi að þessu hérna. Galleri. Hún veit hún ekki ósvöldlega frúalega bröði, ég nú að segja það. Nei, en hún er hugmyndari í konan að það er heilmargt í þessum að fær hérna margar góðar hugmyndir, Páll. Þetta er alveg hafsjór af fróðleik og tækni. Hvenær hafði hún samband við út af þessu? Það eru 6 eða 7 dagar síðan. Sko, þetta er hugmyndari í kona sem átt og það er ekki mjög aðum. Nei, ég hef nú bara ekki, heyrðu, getur ekki, hvaða helvíti, það verður ekkert tilbaka dregið með það, þetta eru, það er fínt að skerpa á sig með þessu, já. Trúir þú að svona laga gerist? Gerist alltaf, sérðu bara, það gerist hérna, þetta er kalda myndavinn hjá hún Hemma Gunn, og þú ert alveg hetja, sko. Ég get svarið þér það. Gerðu tókana. Þetta er ekki til sannara orð. Já, hvaða djöfull ertu harður? Harður? Ég verð stundum harður, já. Það er... Djöfull fórstu nú illa með mig. Nei, ég fór ekki illa með mig. Þetta er allt í gaman stjert. Já, ég veit það. Hefur ekki að vita hvort hann hérna kemur, sérðu? Heldur að geta ekki, er hann á bíl? Hvað segirðu? Hann er labbandi. Já, hann gengur heim? Já. Já, það var, já. En hérna, hefurðu kíkt á blöðið? Nei, ekki þessi. Þetta eru flott blöð, skal ég segja. Þetta er... Er þarna einhverjar ferðir? Ferðir? Já, þarna er upp og ýmislegt, sko. Nei, það er ferðir fram og aftur þarna, sko. Hann leikur á því, sko. Hann ætlar að koma þér óvar, sko. Ég falli í sólinni, maður. Allt eins. Allt eins? Nei. Það er ekki allt eins. Þetta getur verið gaman að dunda sig við að skoða þetta. Já, maður hérna... Ekki held ég rífist mikið af því. Jó, maður fær alltaf einhverja punkta í hvert skipti sem maður flettir svona
Þetta er grínið hjá honum Hemma Gunn. Ha. Og þú ert alveg perla, sko. Gaman að spjalla við svona konur. Bless, bless. Þetta var Hilmar Helgason með blöðin sín á Selfossi og ég ætla að undirstreka það að það tók okkur allir mjög vel og það hefur gaman að þessu. Það við þakkir fyrir Selfissingar, skemmtilegt fólk. Og þá er komið að annarri söngkonu í söngvarakeppninni sem kemur fram í kvöld og það er Bryndís Valdimarsdóttir. Hún er ung heimasæta úr Rangárvallasýslu og hún gerir nú hvorki verinu minna í dag en það að reka búföður síns af miklum krafti og stökk í bæinn rétt til að taka þátt í keppninni og hún valdi sér lagið Stopp sem að Sam Brown gerði heimsfrægt og hefur verið í efstu sætum vísaldalista hérlendis sem erlendis. Og ekki nóg með það, íslenskur skal textin vera og það var Bryndís sem snaraði bara textanum yfir, gerði íslenskan texta ásamt 3 systurum sínum og ég ætla að biðja ykkur að taka líka sérstaklega vel á móti Bryndísi Valdimarsdóttur og Rangárvallasýslu. Gjörðu svo vel!
Þórdís Valdimarsdóttir úr Rangárvallasýslu og ég held og vona að þið séu með sammála að þarna hafi farið 2 mjög góðar söngkonur sem voru að stíga sín fyrstu skref hér í kvöld. En við höldum áfram með smjörið og þá bara komið að næsta atriði. Hvað er nú? Hvað er nú? Hvað er nú? Hvað er nú? Já. Eins og þú vitið það ekki. Hvað, nei? Spurðu Magga. Hvað er að gera? Við gerðum samkomulag, ég og Magnús Kjartansson. Nú? Hvað segir hana? Veistu það, ég held að við verðum að leyfin að fá að taka eitt lag í þessu söngvakeppni, Hermann minn. Og þá... Ég nota mínar aðferðir. Gjörðu þess að... Strákar, í gang með þetta. Som en ligge, sånn en lite som en må, så løper det som tång. Sånn en lever av meg skyld, lilla balke til bonjour, lilla balke til bonjour. Comme je n'ai pas les bras, j'ai sans les rêves, je les crois, on les prenne comme un duc, y'a pas chez qu'un peu. Som en ligge, sånn en lite som en må, le tour pour les gens. Þetta, veistu að ég verð ekki að segja þetta, að þetta var bara mjög gott hjá þér. Ég veit það. En voru það ekki nunnur sem að sungu þetta? Þykist ekki vita neitt. Nei. Auðvitað var þetta nunnur, hvað er þetta maður? Nú? Ég var í Fraklandi, je l'ai mis franchi, le Paris. Ég var í klaustri. Varstu í klaustri? Já. Ha? Já, þess vegna segja alltaf svo mikið gabu. Í nunnuklaustri? Ha? Í nunnuklaustri? Nei, ertu vitlaus? Hvað? Finnst þér ég hafa verið í nunnuklaustri? Nei, en hvað? Hef ég hagað með þannig? Nei. Hvar varstu? Hvað nú spyr? Í hvaða klaustri varstu þá? Ég var í munkaklaustri. Heyrðu, en það er Elsa mín. Ekkert gláp. Nei, en málið er það að... Málið er hvað? Það þarf í söngvakeppninni, þarf að syngja á sínu móðurmáli. Já. Já. Hemmi minn, ég söng á mínu móðurmáli. Nú? Já. Á frönsku? Móður mín í frönsk. Vissu það ekki? Nei, hvað er þetta? Elsa, ég hef aldrei séð annað eins. Mér líður bara svo vel. Jæja. Hemmi. Já, það getur verið. Þetta ég... Lilli kúturinn. Ég skal hugsa þetta. Er ég búinn að vinna? Nei. Alveg er ég búinn að vinna. Ég skal reyna að athugað það. Veistu það var svo gaman í þessu klaustri þarna. Já, hvað var það? Já, það nú fleiri Laxness heldur en Lund. Nei, ég segi nú svona. Já, og var skemmtilegt. Hann var í klaustri. Hvað varst að gera í klaustrinu? Hvað var ég að gera? Já. Í munkaklaustri? Já. Hvað gerir maður í munkaklaustri? Nei, ég var í eldhúsinu og svona. Já. Svo saumaði ég alltaf kuplana á þá. Já, var það ekki? Á gæjana, guð, það var svo mikið að gera. Það var allt brjálað, guð minn almáti, þau koma hverju kvöldi alveg margoft að máta. Ó. Já. Þú lítur svo vel út. Þú segir þessu vel. En ég skal Það getur haldið að þú væri kvenmaður líka. Ekkert gláp hérna. Ég er ekki Elsa mín. Ég skal athuga þetta hvort það er hægt að koma þér inn í úrslitin. Ég get ekkert lofa. Athuga það? Já. Ég skal. Emmi? Já. Kúkú. Ég skal tala það. Veistu það? Já. Þú
gæti fengið útilíkadýrarinn aftur. Maggi, skila útidýrarinn. Það ég skal aðtöða þetta. Já, gerðu það. Guð, fannst þetta ekki sætt? Jú. Já, veistu að ég er búinn að æfa svo mikið? Já. Veistu það, ég get sagt þér eitt, veistu að ég prófaði þetta fyrir framann fullt af fólki. Já. Já, kannski ekki fullt, en hann hlusta á þetta. Bó? Já. Nú? Björgvin Halldórsson. Þekkir hann ekki? Guð, hann svo mikið gróð. Heyrðu? Já, hann svo mikið dúlla. Hann svona dúlla? Já, hann svo mjúkur. Já, veistu að hann sagði ég gæti orðið fræg. Elsa? Já, hann sagði það, hann Björgi, hann sagði þú ert manneskjan sem átt að fara í Eurovision-keppnina. Já. Hann sagði, þú gætir unnið hana. Hann sagði, ég var með svo fallega, djúpa og skemmtilega rödd. Jæja. Og veistu það, hann svo sættur hann Björgi, hann sagði svo margt. Og við sögðum svo margt. Við skulum skoða þetta, því að nú er komið að máli vikunar og... Máli vikunar? Já. Kjaftaði? Nei. Segðu úrslitin strax! Nei, það er ekki hægt, það er í næsta þætti. Já. Jæja, eigum að klappa fyrir Elsu. Takk henni fyrir. Já, ekki svona. Ég tala við ekki. Jæja, þá er Elsa Lund komin inn í úrslitakeppnina, en það er komið að máli vikunar. Nú, það hefur verið Norðurland sem hefur verið í fréttum páskana, skíðalandsmótið, og að sjálfsögðu mikið fannfergi fyrir norðan, eins og kom fram í fréttapistlum frá Gísla vin okkar Sigurgeirssyni. Nú, hann ætlaði að vera með fréttapistil einmitt frá Norðurlandi í fréttunum í kvöld, en hann er líklega fentur einhvers staðar á kaf. En Gísli lofaði samt að reyna að koma í þennan þátt eða senda einhvern fyrir sig. Við skulum vita hvað þú fáum pistil frá Norðurlandi. Gjörðu svo vel. Já, skíðamót Íslands var haldið á Siglufirði páskahelgina. Siglufjörður er vel fallinn til slíkra móta því að fjörðurinn er bæði stór og feitur og nær alveg frá öðrum endanum yfir í annan. Báðir keppendurnir sem komust á mótið komast nú ekki tilbaka vegna þess að þeir komast ekki vegna illviðris. En það er ekkert að óttast, hvað sögðu menn ekki hér áður fyrir síldina. Síldin kom en svo kom þar að henni fór að leiðast hófið og hún fór. Gríðarlegt fannfergi hefur verið á Akureyri í vetur svo mikið að það er varla aðkeyja að standi upp úr. Vaxtalag mitt hefur alltaf verið langt og leiðilegt og löngum verið líkt við ljósastaur. En nú bregður svo við að ég er farin að líta niður á ljósastaurana og ljósastaurarnir eru einu mennirnir sem líta upp til mín hér á Akureyri. Já, frá Dalvík er það að frétta að það er ekkert að frétta og verður ekki fyrir að snjór fyrir að leysa í vor. Á Húsavík hefur í vetur snjóað mikið yfir höfuð. Elstu menn eru fendir inni elstu menn eru fendir inni og þeir geta ekki séð hvað þeir muna mikinn snjó. Ég ætla að byrja á fréttinni aftur. Elstu menn eru fendir inni og geta því ekki séð hvað þeir eru búnir að... Nei. Elstu menn eru fendir inni og geta því ekki séð hvað þeir eru muna mikið snjó og látast því ekki heyra þegar þeir eru spurðir karlagreyin. Svo eru menn alveg hættir að tala Húsavík en tala nú bara snjó Húsavík. Já, svo mörg voru þau orð og engu hér við að bæta, þess vegna látum við þessu lokið héðan frá Eyrarbakka.
Þetta var Gísli og Hallur og ég veit ekki fullt á nefninu og þetta var auðvitað Jóhannes Kristjánsson. En nú var það Gunnar Baldursson vinur mig hérna sviðsmaður sem var að kasta í með boltan og í kvöld var heil umferð í fyrstu deild á Íslandsmótinu í handknattleik. Þá léku meðal annars í Hafnarfirði Valur og FH og þurftu Valsmenn að með sigri í kvöld gátu tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn. FH skoraði 23 mörk í kvöld og Valur 28. Valsmenn eru Íslandsmeistarar í handknattleik 1989 og það ekkert leiðilegt. Man má nú einu sinni vera valsari. Og Valsmenn Íslandsmeistarar og eiga samt 2 umferðir eftir. Þetta eru miklir yfirburðir hjá Hlíðarenda liðinu. En þá komið að stóru viðburði. Við höfum stundum verið svo heppin að geta fengið frægar erlendar hljómsveitir í þáttinn hér og það verið lögðum snörurnar fyrir ákaflega vinsæla hljómsveit sem var á leiðinni hingað og það var stórsveitin Dr. Hook. Nú þessi sveit, það þarf nú ekki að kynna þessa hljómsveit, hún skaut upp kollinum á 7. áratugnum og var þá eiginlega meira fyrir tilviljun að þessi hljómsveit varð heimsfræg því þeir ætluðu sér það aldrei í upphafi, þeir voru svona meira til að skemmta sjálfum sér og nánustu vinum. En náðu svo vinsælu lagi og urðu að gjöra svo vel og fylgja því eftir með tónleikaferðum og gera fleiri og fleiri plötur og þeir hafa selt 20 ef ekki 100 miljóna af hljómplötum í gegnum tíðina. Þetta eru sem sagt snillingarnir sem eru komnir, þeir hafa leikið saman núna aftur, þeir hvíldu sig stund, hafa leikið saman undanfarin 2 ár og það valinn maður í hverju rúmi og ég ætla að nefna það sérstaklega að þeir leika hér af fingrum fram og þeir komu hingað klukkan 7 í kvöld til að líta á aðstæður og þeir vilja ekkert leika af einhverjum hljómplötum en listamenn eru hingað komnir, stórviðburður, þeir byrja auðvitað í Ríkissjónvarpinu hér 29. mars, Dr. Hook! That's it. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about you, for $10,000 a show. We take all kind of blues and give us all kind of thrills, but the deal we never know is the deal that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Want to see my picture on the cover? Stone. Want to buy 5 copies for my mother? Stone. Want to see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? I got a freaky old lady named Cocaine Katie who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown like a blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Want to see my picture on the cover? Stone. Want to buy 5 copies for my mother? Stone. Want to see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? Rock and roll. Was that right? We got a lot of little teenage blue-eyed groupies who'll do anything we say. We got a genuine Indian guru teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get a picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Want to see my picture on the cover? Want to buy 5 copies for my mother? Want to see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? On the cover of the Rolling Stone. Want to see my picture on the cover? Want to buy 5 copies for my mother? Want to see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
good. Thank you, people. You're awfully nice. Nice to be here. Dr. Hook. Já, einstæður viðburður hér í sjónvarpinu að fá þessa frábæru listamenn hingað beint, já, þá það farið, nú, Dr. Hook með lagið Cover of the Rolling Stone. Akkur sáður þetta ekki? Hvað? Kvikindið, Dr. Hook! Guð! Vissir það ekki? Ég hannaði leppin og auga á honum. Hannaði þú? Já! Að sjálfsögðu. Ég vissi það ekki. Jú, vissir það ekki? En hvað hérna? Ég hef hannað á fleiri stjörnur. Þú vilt ekki gangi í fötum eftir mig? Jú, ég ætla að Svo ég gera- er búinn að hanna alveg fullt af stjörnum út af maður heim. Ég ætla að Ég gera- hannaði til dæmis basklútin hjá Michael Jackson. Er það ekki? Já! Og nærbústin hjá Don Donson. Jæja. Þetta er Miami Vice. Já, ekkert jæja, neitt, ég er ekki Við erum búinn. komin fram Og yfir. síðast, en ekki síst, þá hannaði ég axlapúðana hjá Rambo 2. Góðir áhorfendur, góðir gestir, þið eruð alveg frábær og ég bið velvirðingar á því að hafa farið aðeins fram yfir hér í kvöld. Fram En yfir? heimsfrægi listamenn sem Passa við öll það vildum ekki sjá, yfir. þakka öllum gestunum hér, listamennunum og sérstaklega stórsveitinni Dr. Hook og þeir gera allt brjála hér á næstu dögum. Og Valsmenn- Magga. Já, Maggi líka svolítið. Dr. Hook og Maggi, já! Og Valsmenn og Elsa, Íslandsmeistari í handbolta, unnu FH í kvöld 28-23. Verið hress, ekkert stress. Góða nótt! Kjærsi myndi segja bless! Verið góð